Inga, þú ert í nýju hlutverki og komin hérna til Suðurnesja. Hvernig upplifir þú svona eftir þennan fund með fulltrúum sveitarfélaganna á Suðurnesjum? Ég afskaplega þakklátt fyrir bæði góðar móttökur og gott samtal. Það er í raun orðið til alls fyrst og það er ómetanlegt fyrir okkur sem erum að sinna þessum stóru verkefnum sem að halda utan fólki okkar, hvar sem þeir búa, að fá samtal við sveitastjóra og stjórnir hér á svæðinu. Það er alveg ómetanlegt. Ég veit að eitt af svona kannski svona viðameiri málunum sem að kannski snertir þig eða þitt ráðuneyti í morgun eða í þessu samtali var vandi, þetta verkefni sem Suðurnesjabær hefur haft með börnin. Já, fjölþættavanda. Já, og það er þetta sem við köllum svona þriðja stigs þjónustu, þessi fjölþættavandi sem hefur verið sveitarfélögum afskaplega erfiður og mikið kostnaðarsamur og þetta er búið að vera inn á borði ríkisstjórnar og nú erum við komin með, ég leiði hér ráðherranefnd um málefni barna, þar sem að koma 4 ráðherrar að, það er heilbrigðisráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, dómsmálaráðherra og svo ég, félagsmálaráðherrann. Þannig að við áttum fyrsta fundin okkar svona raunverulega fundin í síðustu viku og þar vorum við að kljást við þetta sem eru algjör neyðarúrræði örfárra barna sem að jafnvel hafa verið vistuð í fangaklefa eins og við vitum annað slíkt og staðan grafalvarleg og við erum virkilega að taka á því og svo þessi fjölþætti vandi, þessi þriðja stigs þjónusta sem hefur verið að sliga mörg lítil sveitarfélög, að við erum alveg einhuga að taka á því máli og koma algjörlega til móts við sveitarfélögin og það hefur jafnvel verið í umræðunni að ríkið taki til sín meira og minna að þeim kostnaði og sjáu til þess að koma börnunum okkar og þessum einstaklingum sem að eiga svona sárt að binda í varalegt skjól. Suðurnesjabær var hreinlega með ákall daginn, þannig að þið eru í rauninni að algjörlega leysa það mál. Já, við erum öll ein eyru þegar verða að kalla á okkur og við erum verkstjórn, þessi nýja ríkisstjórn og ég er stolt af því að við látum verkin tala og við hlustum og við tökum tillit og við viljum gera allt til að gera samfélagið okkar betra. Já. En það sem börnin eru þér hugleikin, það náttúrulega er mikið, hér er þriðjungur íbúa nánast á Suðurnesjum og útlendingar. Og mikið af börnum í skólunum annað. Hefur þetta komið inn á borðtíðin? Já, bæði til mín og náttúrulega mennta- og barnamálaráðherra og okkar allra vegna þess að við höfum í rauninni ekki staðið okkur í stykkinu hvað lítur að því að koma til móts við nýbúan okkar og aðlaga þá að því að tala tungumálið og ýmislegt annað. Við höfum bara opnað faðminn og tekið á móti allt og mörgu með við það hvernig við vorum ekki stakk búin til þess að sinna þeim eins og þurfti. Þannig að ég er að vonast til þess að við getum farið að hrinda meira í framkvæmd raunverulegum aðgerðum til að taka utan fólki okkar sem eru Íslendinga með okkur og eiga sannarlega rétt á því að fá aðlaga samfélaginu og tala íslensku.